Ragnar Sækjasvæl. Já, formaður, gott ráðsfólk. Eins og Þorkell sagði, þá var þetta málamiðlun í nefndinni. Ég hallast að því sem að Katrín og Andrés hafa sagt hérna og gerði það í nefndinni. En að sjálfsögðu eru rökræður okkar hér allar byggðar á því að við náum einhverju málamiðlun. Og þess vegna treysti ég mér alveg til þess að skrifa undir það sem að samþykktar í nefndinni þótti sé annarra skoðunar í ýmsum atriðum. Og þó að við sem tekið svolítið hér á í dag og kannski á tímabil í morgun, að þá vil ég bara leggja mitt að mörkum til þess og tel að einmitt í sérnefndinni hafi þessi andi ríkt og ég er alveg tilbúin til að skrifa nánast undir hvað sem þetta ráð muni á lokum gera, þó að sumt að því sé kannski alveg þvert á það sem ég vil. 15%, þetta er sennilega rétt hjá Hirti, en miðast við þá tíma þegar við höfum ekki þessa miklu möguleika sem nú eru, rafrænt á netinu og annar staðar til þess að safna ótrúlegum fjölda fólks á mjög skammum tíma. Þetta fer að vísu eftir því hvort þið setjum mjög stranga reglur svona lista eins og eru í Sviss og alla meðferð sem takmarka þetta mjög, þá mætti hugsa sér lægri prósentu. Ef hins vegar við hugum að nútímanum og möguleikum sem hér eru, þá vil ég nú bara minna á það að það fór langleiðin í þessa 15% að safna undirskriftu hér á örfáum dögum vegatoll austur frá Reykjavík. Jafn mikið smámál eins og það hlýtur nú að vera tollur og vegatollur á einu vegi, á einu stað á landinu. Svo ég vil nú halda mig við 15% í byrjun, en við skulum sjá til hvort að eitthvað fleira. Það má kannski vísa til eitthvað nánar í lögum og vera með einhverja lágmarksprósentu, 12 eða eitthvað slíkt. Ég er alveg tilbúin í allt slíkt. Þetta með 1/3 hluta þingmanna, ég hafði lengi miklar áhyggjur þessu. Nú erum við bara með ösku reiðan minnihluta þings og við vitum alveg hvernig þetta gengur á þingi. Þeir hafa ekki alltaf verið í ró og næði þar og þetta er of lítið. Ég held hins vegar að þegar á hólminni komið, að þá mun 1/3 hluti þingmanna ekki lengi komast upp með það að vera að vísa einhverjum sérmálum sínum eða einhverjum málum sem að þessi minnihluti heldur að koma sér illa fyrir stjórnarmeirihlutann. Ég held að svona þingmanna minnihluti muni fara að vanda sig mjög fljótlega. Ég held raunar að þetta sé framför í átt til þess, allt sem við erum að gera hérna, er framför í átt til þess sem er í Danmörku. Þegar sonur minn kom frá námi í Danmörku og sagði, pappi, hvers konar stjórnarfari er ég búin að lifa við á þessu Íslandi þegar maður kemur frá Danmörku og upplifir allt annar stjórnmálalega veruleika og vinnubröð. Ég held að þetta verði einhverjir barnasjúkdómar, held að sé ekkert villust að hafa þetta 1/3 hluta þingmanna. Við verðum að treysta því að með nýjum vinnubröðum og nýjum aðferðum til þess að velja þetta fólk, þá sýnir þetta ábyrgð að misfara ekki með þetta vald og bendi á að það er miklu meiri möguleika núna til þess að refsa þingmannum hverjum og einum heldur við höfum í dag. Takk fyrir.